Það alltaf eitthvað að frétta hérðan frá Suðurnesjum. Hér það helsta. Kynbundinn launamunur hefur aukist frá árinu 2014 úr 12,4% í 13,7% innan Flóabandalagsins og segir Kristján Gunnarsson, formaður Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis, það vera mikið áfall. Í viðtali við Víkurfréttir í þessari viku segir Kristján að einn jákvæðasti punkturinn í niðurstöðum könnunarinnar sé sá að meðaltal heildarlauna hækkaði úr 372.000 í 429.000 á milli ára sem 15,4% hækkun á meðan taxtar hafa hækkað 6,2%. Reykhreinsivirki verksmiðju United Silicon í Helguvík var ekki notað síðustu daga þegar ofn verksmiðjunnar var hitaður upp með eldiviði og rafskaut í ofninum bökuð, samkvæmt upplýsingum frá forsvarsmönnum fyrirtækisins. Bálið sem logaði í ofninum var því ekki ósvipað bálkesti á gamlárskvöldi. Lyktar sem líktist helst kamínubrunalikt hefur orðið vart í Reykjanesbæ. Í yfirlýsingu fyrirtækisins sem birtist í Víkurfréttum segir að reykurinn sé ekki hættulegur. Umhverfisstofnun hefur á síðustu dögum borist fjöldi ábendinga, annars vegar reyk frá verksmiðjunni og hins vegar viðvarandi brunalikt. Fulltrúar stofnunarinnar hafa verið í sambandi við fyrirtæki til að fá nánari upplýsingar og hafa tvívegis á síðustu dögum farið í fyrirvaralaust eftirlit í verksmiðjuna til að fá betri og nákvæmari upplýsingar og einnig til að staðfesta umrædda lykt eða reyklosun. Forsvarsmenn United Silicon segja að þegar ofn verksmiðjunnar komin í full afköst og bruninn orðinn hreinn þá eigi brunalyktar ekki að verða vart frá verksmiðjunni. Kennarar á Suðurnesjum fjölmenntu á baráttufund sem haldinn var í Andrews Theatre á Ásbrú á þriðjudag. Kennarar allt land lögðu niður störf þann dag klukkan 13:30 og funduðu stöðu kjaramála sinna. Kennarar krefjast hækkunar á grunnlaunum sínum og hafa tvívegis á árinu fellt kjarasamninga. Að sögn Maríu Sigurðardóttur kennara við Holtaskóla í Reykjanesbæ hafa 10 kennarar við skólann sagt starfi sínu lausu í vikunni. Hún ein af þeim. Og við endum þennan fréttapakka frá Suðurnesjum á menningarlegum nótum að Útskálum. Árleg skemmtun hollvinna Unu í sjólist var haldin síðastliðinn laugardag í Útskálakirkju. Þar las Guðrún Ásmundsdóttir leikkona úr bókinni Völva Suðurnesja og sagði frá fólki úr garðinum sem hún kynntist sem leikstjóri hjá litla leikfélaginu. Þá voru tilkynnt úrslit í ljóðakeppninni Dagstjörnunni og flutt tónlist en þar léku og sungu þær Guðný Árný Karlsdóttir, Birta Rós Sigurjónsdóttir og Una Stefánsdóttir. Myndirnar sem lifa með fréttinni eru frá Unukvöldinu.